Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Lárus, síðasti leikur, það var skemmtiferð til Hornafjarðar, 14 tíma akstur fram og tilbaka. Við hafa sigur, en leikur var fyrir nú seint á spjöld söguna fyrir að hafa verið skemmtilegur. Já, þetta var kannski ekkert rosalega merkileg leikur, en sko bara Sindramenn, þeir eru veistu okkur bara mikla mótspyrnu og vantaði svolítið líka í hópinn í okkur og já, ég meina, ég held að bara best það sem stóð upp úr þessari ferð bara var hvað við vorum með frábæra bílstjóra. Það verið í minnum haft. Já, þessi ferð verður lengi í minnum höfð og mjög góð. Og svo líka sko það er þarna sá maður Ísland eins og það gerist fallegast. Keyra austur í glampandi sólskin, hörkufrosti, rosalega fallegt veður og túnskinnið og stjörnubjart alla leiðina heim. Þetta var alveg geggjað. Já, og svo náttúrulega skemmti ekkert að við keyrðum með grjótnullung hérna í skriðunum og rétt skömmu seinna var snjóflóð á veginum sem var að vera mjög í burtu og svo eftir 2-3 kílómetra þá voru næstir búin að keyra yfir hreindýr og já, ég held að svo bara, já, ferðin var frábær og í rauninni, þú veist að margir segja hvernig nennið það að vera að ferðast alltaf þessa leið. Ég myndi segja að þetta séu bara forréttindi. Þetta var, sko, ég talandi að fara þetta af því að við sérstakann bílstjóra og hver sem hann nú var, þá eru þetta, já, þetta er alveg rétt, það má segja, þetta eru forréttindi og þarna fáum við að sjá það sem að útlendingar eru að kaupa sig dýrum dómi til að koma og sjá. Þetta höfum við bara fyrir augum okkar allar dagar líka við. Já, og fáum þetta bara frítt. Sumir þess að fá borga fyrir að skoða þetta. En að þú nefni frítt, það kostar ekkert inn á leikinn þegar Höttur kemur í heimsókn á föstudagskvöldi. Króasía býður bara öllum bæjarbúum frítt á leikinn. Það verður eitthvað. Já, ég bara vona bara sem flestir sjá sér fært að mæta og tilvalið að mæta bara og Einar verður örugglega að grilla í liðið og ég held að verður rosa góð stemning. Ég bara einhvern veginn fundið það í loftinu að fólk ætlar að koma og styðja baki á strákunum. Þau tíðindi gerðust að Höttur tapaði síðasta leik þannig að það hleypur svona pínulitlu eða svona tekur þeir kannski pínulítið fara langlegina með að stimpla sig úr fyrsta sætinu, þó veit maður aldrei að þetta verður hörkubarátta alveg til enda. Já, sko það skiptir eiginlega engu máli, þetta er úrslitaleikurinn. Málið er að Höttur getur ennþá náð okkur ef þeir vinna okkur á föstudaginn. Þá megum við rauninni ekki mistuð okkur neitt, sko, þannig að þá eru þeir eiga nefnilega einn leik inni og við eigum sko mjög erfiða leiki eftir bæði mútið Vestra og Hamri. Þannig að sko það skiptir eiginlega engu máli hvort Höttur að unnið þennan leik að tapa á mánudeginum. Þetta er leikurinn á föstudaginn, við verðum bara að vinna hann. Það er ekki flóknara. Nei, þetta er bara líka leikurinn og snýst kannski ekki endilega líka bara sko hvort liðið verið fyrsta sæti, þetta er líka bara smá svona stolt, smá svona grannaslagar þó séu 3 tímar á milli liðana, þá er þetta, við erum búin að splitta leikjunum vettur, þannig að þetta er 3. leikurinn, við erum búin að keppa 2 ára undirbúningstímabilinu og við splittum þeim líka, þannig að þetta er svona eiginlega bara baratónum, þetta er bara svona stoltið, vilja strákarnir sína það að þeir séu betri heldur en Höttur. Við náttúrulega töpum fyrir þeim hérna á heimavelli sem að var fjári fúlt og sárt. Þeir töpuðu svo fyrir okkur á sínum heimavelli þannig að þetta er uppgjörið. Já, í rauninni, þetta er bara úrslitaleikurinn. Það er bara 1-1 í leikjum og svo er bara úrslitaleikurinn á föstudaginn. Semni stand á mannskapnum? Já, bara fínt stand. Það er svona Felix sneri sig í síðasta leik þannig að hann verður svona tvísýnt með hann. Bara vona að við getum allar að nota hann einhverja mínútur. En allar harðspyrur farnar á eftir bíltúri? Já, sko Pálmi, þessi svona gömlu kallar þessu Pálmi og svona, þeir voru eitthvað aðstýrðir fram til vikunni, góður núna. En ef bílstjórinn ekki að kvarta maður sem koni yfir 60 þá að hann ekki að vera að væla? Nei, þú vilt ekki bara fara inn og segja þeim það. En allan að þeir eru klárir í leikinn? Já, við erum meira en klárir í leikinn og bara ætlum að skemmta okkur og vonandi ná líka bara skemmta áhorfendum sem verður örugglega hrikalega margir, fyllum höllina. Það verður eiginlega að vera þannig því að sko körfubolti er skemmtun, þannig að hinga eiga á fólk að koma til að skemmta sér. Já, þetta er svona líka bara gaman fyrir Þórsara að koma. Þú veist, bæði erum við að fara að keppa hérna á föstudaginn og svo stelpunar að fara að keppa á laugardaginn, sem er mjög mikilvæg leikur fyrir þær og svo er handboltinn að keppa hérna klukkan 4. Þannig að við bara hvetjum alla bæjarbúa til að gera þetta íþróttahelgi.
Svo að því að við höfum nú líka tauga til Akureyri handboltafélags handbolta þá er náttúrulega líka bara skjótið því bara að eftir leikinn hérna á föstudagskvöldi þá uðlið að spila þannig að sko ef fólk verður komið í gríðarleg stuð bara halda áfram að horfa á handbolta þá eftir líka. Já, því ekki. Áfram Þór. Já, gera það, áfram Þór, já.